Hörru, það kannast nú allir við brauðtertu sem nú örugglega vinsælustu réttirnir í svona afmælum, fermingum og slíku. Og oft þetta þessa hefðbundnu með rækjum, með skinku, með túna. Ég ætla að prófa að gera núna mexikanska brauðtertu. Og hún felst í því, við ætlum að nota kjúkling í hana. Og ég bara með þetta kjúkling sem bara bara heill kjúklingur eldaður. Svo þetta bara kjötið rifið í tætlur af kjúklinginum. Þess vegna þetta nota afgang á þessu. Ok? Nú dressinguna, byrjum aðeins á því, við ætlum að nota rjómaost. Þetta verður ekkert majónes í þessu. Setjum þetta smörost aðeins. Og aðeins bræðum hann í örbylgjunni. Meðan rjómaosturinn að brána upp örbylgjunum. Þá tökum við hérna rúllubrauð. Ég nota gróft rúllubrauð þetta. Ég bara svo voðalega gaman að gera svona brauðtertu fyrir mömmu. Það áttur að koma inn í skemmtilega orð. Ok, svo rúllum við svona út. Og eins og við gerum við aðrar brauðtertur, bleytum við aðeins í botninu hérna með smá aspasafa. Aðeins hérna yfir. Svo tökum við hérna rjómaostinn. Byrja að mýkjast aðeins, flottur. Svo tökum við sína rjóma, setjum halva dollu á sýrðum. Þannig raunin majónesið, horfið og sýrður og rjómaostur komin í staðinn. Setjum við hérna smá til að fá hana mexikanska feeling. Mexikanskt yfirbragð. Þessu hrært saman. Svo bara eins og tökum við hérna, ég er búinn að harðsjóða egg. Tökum við hérna litla bit ofan í. Það er ekki hægt að gera brauðtertu nema að setja egg í henni, sko. Það er alveg úr henni. Svona. Svo er ég búinn að skera papriku niður, bara í litla bita. Hendum henni úti. Laukur, ef alltaf að vera pínlítið laukur. Bara fínsaxar, venjulegu laukur. Fer hérna úti. Og svo kjúklingurinn. Hann fer hérna allar úti. Og svolítið af aspasinum. Pínlítið af safana líka. Svona. Þessi er bara hrært saman. Salt og pipar eins og öll öðru. Svona. Og kjúklingur er svolítið bara klárt. Það er alveg gott. Ok. Þá setjum við hérna blöndun á. Dreifum hérna vel úr þessu. Við sem okkur fara hérna alveg vel til kantana og þannig við nýtum brauðið sem best. Og það skemmtilega við þessa brauðtertu, að það er ekkert majónes. Þá má setja þetta í ofn og bara hafa þetta heitt. Það verður bara svo heit mexíkósk kaka. Herru, til að gera þetta ennþá meira mexikanast, þá setjum ég svona eina sikkura mexikanska pönnukökuna í miðjuna. Og svo er bara að rúlla upp. Pössum okkur að hafa hann svolítið þétta. Allt er átt að springa í smá svona hérna á sjálfri tertunni. Við coverum það á eftir. Feilum það. Herru, hún er komin inn. Upprúluð. Ég er hérna með svona gulllitað fatt. Skerum hann í tvennt. Látum hérna. Eins og ég segi, ef þið ætlaði að hafa hana heita, þá myndi, þegar við erum búin að smyrja á hana, myndi setja hana bara á skúfu eða eldfast mót og strá kannski ost yfir og aðeins að gera smá fítusa. Það er smá aðgangur hérna. Við tökum örlítið meiri sýrðan rjóma. Nú erum við bara að fara að búa til dressingu sem fer ofan á. Aðeins meiri ostasósu. Svona. Blöndum þessu. Setjum hérna á.
má nefnilega vera svolítið sko svolítið líf og fjör hérna á fatinu. Þetta svona meiri mexikanskur brauðtertu réttur. Og setjum bara salsa hérna yfir. Ferskt kóríander. Setjum bara hérna í grófu hérna yfir. Og síðast en ekki síst, til að toppa Mexíkó áhrifin á þetta, þá erum við hérna með Doritos-flugur. Svona nachos. Látum það detta hérna. Bara svona vilt yfir. Það verður ekki flottur í saumaklúbba réttur en þetta. Það er mexíkósk brauðterta. Gjörðu svo vel.